Þá bara byrjum við. Góða kvöldið. Anna Sonja heiti ég og er Ágústsdóttir. Allt í lagi? Já. Ég bý, afsakið, ég ætla að samþykkja hérna inn. Þarna. Já, ég kem á norðan. Ég bý á Hólum í Eyjafjarðarsveit. Bý þar ásamt manni og 2 börnum þar sem við erum í búskap. Og ég er landsliðskona í íshokkí til margra ára og svo er ég tamningakona, hestafræðingur og leiðbeinandi frá Hólum og er aðeins að gaufast í tamningum og smá reiðkennslu með öðru. Ég er í hestamannafélaginu Funa og hestamannafélagið Funi hefur verið frekar bara leiðandi og sýnt frumkvæði í trekk á Íslandi og við byrjuðum 2014 og ég hef svona haldið utan starfið mestmegnis síðan þá. Við byrjuðum 2014 bara með þrautabraut og svo þegar það var komið gott ról þá bættum við svona tímatöku á gangtegundum og svo núna síðan 2017 hefur við verið með allar 3 greinarnar, sem sagt víðavangs og ratleik líka. En við komum betur í það á eftir þegar ég ætla að kynni þetta allt saman, hvað þetta er og hvernig þetta virkar. Já, þannig að þá held ég geti bara skellt glærunum upp. Þetta ekki, hérna. Þið búin að sjá mig og vitið hver er að rugla í ykkur. Hann er bara alltaf á þess að tekur bara smá stund. Þarna. Og ég reyndi bara að fylla þetta af myndum líka, því þetta er alveg svakalega skemmtilegt myndefni og gaman að sýna þær, þessar myndir sem hafa verið teknar í gegnum árin. En ég ætla sem sagt að fjalla trekk, bara útskýra hvað það er, alveg frá grunni, og koma svo aðeins inn á það bara hvernig maður setur upp trekkkennslu, hugmyndir það og hvernig maður undirbýr trekkmót og bara tala í raun út frá minni reynslu, bara hvað við höfum verið að gera. Því ég er náttúrulega bara búin að vera að þróa þetta svolítið mikið sjálf bara út frá því efni sem ég hef leitað mér á netinu frá alþjóða samtökum og svoleiðis. Þarna. Trekk skiptist í 3 greinar. Í fyrsta lagi og stærsti parturinn víðavangsratleikur. Þar sem eru 240 stig í boði og það er sem sagt knappar byrja með 240 stig og svo týnist af þeim á leiðinni og það reyna að missa sem fæst stig. Við erum þá að tala alltaf 45 kilometrar svona í þessum stærstu keppnum, einhesta en hraðin er ekki nema 6 til 12 kilometrar á klukkustund meðalhraði sem er verið að stilla keppendur inn á. Þannig að hæstur í ágætu formi þegar bara auðvelt eða létt með þetta. Svo er það þrautabraut, þar sem eru settar upp 16 þrautir og fyrir hverja þraut er hægt að fá 10 stig, þannig að það gefur 160 stig og þessar þrautir eru unnar ýmist í hendi eða á baki. Og að lokum er tímataka á stökki og feti sem að gefa 60 stig og þá sem sagt á að ríða eins hægt á stökki og maður getur og eins hratt á feti og maður getur. Það er bara góð tilbreyting í því og
getur verið bara mikið erfiðara en maður heldur, í fyrstu. Og mikið skemmtilega líka, heldur maður, kannski heldur ég bara líka, alveg lúmskemmtilegt. Og þá eru 30 stig í boði fyrir hvora gangtegund. Og já, 0 stig reyndar ef þú tollir ekki á gangtegundinni. Já, aðeins bara upprunatrekk. Þessi kemur frá Frakklandi og var þróað þar á 8. áratug síðustu aldar og sem nokkurs konar próf fyrir leiðsögumenn í hestaferðum og fyrir hestana þeirra. Já, ég sé ekkert hvort það einhverjir fleiri. Nei, ég ætla bara að vera að draga meira. Já, ok, afsakið. Já, og þessi skammstöfun trekk kemur úr franska heitinu þarna sem ég ætla nú ekkert að reyna að bera fram þó að ég sé orðin býsna sleip með Google Translate í fransku eftir að kynna mér trekk. En og enska heiti kemur þarna fyrir neðan. En okkur hefur nú ekki dottið í hug neitt betra en trekk til þess að kalla þetta á íslensku og við höfum bara leyft þess að standa. Þetta er kallað trekk alls staðar sem ég ekki stáð erlendis, þannig að við höfum bara haldið því. Heimssambandið FITE, F-I-T-E, heldur utan regluverkið og það er þar sem ég sæki mína vitneskju og pota mér áfram í þessu og les reglur og svona bílþrautir og þarna er heimasíðan ef þið viljið skoða hana. En þetta samband heldur utan 3 aðrar keppnisgreinar líka, svona kerrutrekk sem er bara mjög svipað og trekkinn bara á kerru og svo er nautgripasmalapróf og svo er nokkurs konar skíðapróf sem að ég kunni nú ekki þýða betur, ski joring. Þannig að þetta eru svona samtök með aðeins öðruvísi nálgun og hestamennsku, mjög gaman að skoða þetta. En ef við byrjum bara aðeins á þrautabrautinni, það er nú kannski svona það sem að flestir hafa svona mestan áhuga á að byrja með og eins og ég sagði þá eru þrautirnar ýmist unnar í hendi eða á baki og svo er ýmist verið að gefa einkunn fyrir gangtegundina sem að þú leysir þrautina á. Eins og við sjáum hérna stelpa sem að ríður hérna undir slárnar. Það er verið að dæma á hvaða gangtegund hún er og hún fær mest fyrir að fara á stökki þarna undir og minna fyrir að fara á hægari gangtegundum. En já, þeir eru nú báðir skjóttir hestarnir. Ljósaskjótti hesturinn sem er að fara upp á pallinn, það er verið að dæma stíl. Og svo eru nokkrar þrautir þar sem að blandast aðeins inn í þetta tími líka. Til dæmis að fara á bak og svona, þú veist hvað tekur það langan tíma að gera það. Og það er svona, já, en í grunninn er þetta svona. Ég er búin að vera að dunda mér við að gera svona íslensk dómsblöð og til þess að nota þegar að vera að keppa og þetta er svona grunnurinn sem er hægt að nota til dæmis bara til þess að búa til nýja þrautir. Þá er stóra klukkan efst, kemur hérna nafnið á þrautinni og lýsing á henni og þar sem stendur skilvirkni í efsta bláa reitnum. Þar er verið að merkja við bara hvort að þrautin hafi verið unnin rétt, án þess að gera villu, eða merkt við hversu margar villur voru gerðar. Og í kassanum þarna vinstra megin við skilvirknina, í auðakassanum, þar er hægt að skrifa inn í eftir hverju er verið að horfa. Þetta skýrir sig betur þegar við förum í gegnum þrautirnar. Og eins og rauður kassi þar fyrir neðan og þar er skrifað eftir hverju er verið að horfa varðandi stíl. Og mér finnst bara best að við förum í gegnum þessar þrautir aðeins til þess að átta okkur
átt okkur aðeins á þessu bara. Fyrsta þrautin hérna sem ég er með, ríða í gegnum hlið. Svo kemur lýsingin á því. Knapi opnar hliðið og lokar því eftir sér á baki. Ekki má sleppa taki af hliðinu og hesturinn má ekki snerta hliðgrindina. Og svo kemur bara smá svona athugasemd það að hliðið þarf að geta opnast í báðar áttir og vera fast á lömunum. Og auk þess sem engin partur af hliðgrindinu má standa út fyrir rammann. Þetta er svona öryggisatriði. Í kassan hérna vinstra megin við skilvirknina, þar má sjá að það stendur fyrir og svo stendur neitar, bakkar, víkur frá, fælist eða tekinn hringur. Það er verið að horfa á þetta sem sagt, áður en hesturinn kemur alveg að hliðinu sjálfu, hvort hann byrjar með eitthvað vesen þá, sko. Og það er villa fyrir hvert af þessu, sko. Og svo á meðan maður er að fara gegnum hliðið, þá er það þetta að sleppa hliðinu. Og já, hvað þýðir þetta svona fyrir og meðan? Þetta er, hérna, það stendur á ensku before difficulty og svo during difficulty. En auðvitað má líka dæma samt þetta sem stendur fyrir, þannig að neita, bakka, víkja frá, fælast og taka hring. Það má auðvitað dæma þetta líka eftir að knapinni byrjaðir að opna hlið. En þetta er svona aðeins til þess að bara aðeins þægilegt fyrir dómarinn að hafa þetta svona. Og ef að knapinn gerir þetta án þess að sleppa hliðinu og hesturinn var ekki með neina kergju þarna á undan, þá bara merktið 7. Ef hann sleppir hliðinu einu sinni, þá er merktið 4. Ef hann fær 3 villur, þá er hann kominn niður í 0 og þá getur hann bara hætt því þá er þrautin búin hjá hann. Ef þú færð 3 villur þarna í fyrsta, þá er þetta bara 0 í skilvirkni, því bara 0 fyrir þrautina. En segjum hann að það fari gegnum þetta bara og fengi 7, þá fengir þetta rétt, að þá þarf að merkja við stíl. Ef þetta var mjög gott, þá merkti 3 og þar með er hann komið með 10. Að því gefnu að hann hafi ekki sýnt grófa reiðmennsku, glannalega reiðmennsku eða dottið að baki. Og svo er bara reikna saman neðst, bara A plus B plus C. Og þá er komin lokaeinkunnin og svo er pláss á þetta neðst til þess að skrifa athugasemdir. Já, og 0 sem sagt í þessum svokölluðu refsistigum, C-partinum, þegar hestur að knapi dettur, þá þýðir það 0 fyrir þrautina. Og þið megið svo bara henda á mig spurningum jafnóðum, ef það er eitthvað. Já. Ef að það er 0 fyrir skilvirkni, Já. Kemur það samt líka af einhvern fyrir stíl? Ef þú getur endur fyrir spurninguna. Já, spurningin var sem sagt, auðvitað, vel gert. Spurningin var ef að knapinn er komin í 0 í skilvirkni, svo sem 3 villur eða fleiri, hvort að hann geti hækkað sig upp í stílnum, meinar það? Já, það fær einhvern. Eða fáið bara einhvern fyrir stíl. Sko, nei, dómarinn þarf í raun ekkert að spá neitt meira í því, sko. Það var, já. Það er bara þrautin búin. Já, þá er bara þrautin búin, þannig að það þarf ekkert að merkja við neitt meira þar. Það er ekki næst að ná sér resti þannig að líka þau snemma. Nei, það er raun bara, og þú ferð ekki í mínus í þessum þrautum. Þú bara, ef þú ert komin í 0 í skilvirkni eða í refsustigum, þá ertu bara komin 0 fyrir þrautina og bara fyrir næstu. Og, já. Hvað merkur fyrir hvaðan fær? Fyrir hvaðan fær það? Já. Þú þarft í raun ekkert að merkja það, nema ef þú vilt merkja það, bara til þess að hafa það í höndunum, ef þú fær spurningar kannski eftir á, þá getur þú sett það bara í athugasemdir. Það er ekki stórt pláss en þú veist, getur punktað hjá þér eitthvað, ef þú vilt.
Já. Já. En þið með mismunandi erfiðleikastig? Æfið þið við alþjóðleigjendur eða eitthvað? Já, hvort það séu mismunandi erfiðleikastig, já, það má bara setja þetta upp eins og maður vill. Eins og ég að kynna þetta hér, þá þetta bara, þú veist, toppurinn. Þetta bara eins og hérna mínir unglingar og ungmenni þurfa að ríða þetta sem eru búin að vera í þessu síðan 2014. Og þetta bara aðfyrirmynd alþjóðlegu reglana. En að sjálfsögðu ekkert mál að bara græja þetta einhvern veginn eins og ég hef til dæmis græjað þessa þraut þannig að þessi yngri, og ég að byrja núna með annan svona yngri hóp, yngri kynslóð, að sá hópur þarf bara til dæmis að opna hliðið. Bara opna það, hrinda því opnu og ríða í gegn. Þannig að maður bara, já. Það ekki sagt á sjónspil, þannig að maður getur setja í sófanum með það? Nú einhverjir ekki á mjút þarna fyrir lesturinn. Ég kann ekki að deila þessu. En spurningin. Já. Ég ætla að setja upp svona dæmi. Og þetta væri fyrsta tíð sem var að gera þetta. Þetta væri ekki óvanir einstaklega eins og þetta fyrsta skiptið. Gæti maður fjölga villum. Þannig að maður getur leikt kannski að það væri 5 villur. Það getur maður kannski breytt þessum stigum sem það væri til þess að í skilvirkninni að það væri leikandi gera fleiri villir til þess að góða gegn þau. Já, það væri sjálfsagt bæði hægt að myndi gera það þannig. Þú veist, útbúið bara svona skjal, bæta bara við. Eða eitthvað svoleiðis, sko. Hafið þetta þá bara, hafið þetta þá bara, þú getur haft þetta bara 7, 6, 5, þú veist, þess vegna, sko. Já, það alltaf ræðið hér, þú veist. Já, bara, þú veist, bara gera bara endilega, bara láta hugmyndaflugið bara ráða, sko. Og eins, þú veist, þess vegna var ég með þessu auðu blöð þarna líka til þess að sýna bara hvernig þetta þegar þetta autt. Og að þá bara getur maður, já, raun bara, það þarf raun bara að ef maður heldur námskeið og endar svo kannski á einhver svo smá keppni eða, þú veist, einhver svona, það sem verið að gefa einhvernir að, þú veist, vera það bara alveg fyrirfram búið að útskýra fyrir öllum bara hvernig reglurnar fyrir hverja þraut eru, þú veist, hverju sinni. Og það sé bara skýrt og, þú veist, þá bara allir að spila eftir því. Þau vilja nú yfirleitt keppa í þessu, sko. Og allir sem að fyrir í þessu, sko. En svo oft kannski bara líka sýning eða eitthvað, þú veist. Ef maður með svoleiðis námskeið. Ég var með svoleiðis námskeið í sumar sem að þau voru ekkert langt komin, þannig að og kannski ekki alveg svona stemming í hópnum fyrir að vera með einhverja keppni. Þannig að þá vorum við bara með sýningu í staðinn fyrir foreldra og þá sem vildi koma. En já. Já. Fannstu lista yfir þessar þrautir eða fannstu sjálfa? Já, þessar þrautir eru... Muna alltaf endurtaka spurninguna. Já, endurtaka spurninguna, afsakið. Gott að hafa viljað, minnum á þetta. Spurningin var hvar ég hefði fundið þessar þrautir eða hvort ég hefði búið það til. Þar eru flestar, ég veit ekki alveg hvað ég öskur eitthvað, ég man eftir einni allavega þarna á blaðinu sem að ég bjó til og svo, eða bjó til, það var margir notað þessa þraut, að fara upp á pall, sko. Sú þraut var ekki í alþjóðlegu reglunum, en ég smíðaði bara reglunar utanum hana. En annars, já, bara þýddi ég allt hitt bara af alþjóðlegu síðunni og mikið til á frönsku sem ég hef aldrei lært áður. En alþjóðlegu þrautirnar eiga að vera aðgengilegar á ensku. Það er bara núna hafa verið á frönsku, þið sjáu það ef þið farið inn á heimasíðuna. Hörðu, við skellum okkur hérna næstu. Hérna þraut að ríða upp barð. Og við erum með svona fínt barð út í trekkbrautinu okkar á Melgilsmelum. Og þarna gangtegund frjáls og leyfilegt að stökkva úr kyrrstöðu. Og bara verið að dæma stílinn hjá hestinum. Þarna skipti ég sér ekki í fyrir og meðan vegna þess að það eiginlega bara einn og sami hluturinn því hesturinn bara kemur og fer þarna upp og
og ekkert annað sem hann á að gera, þannig að það þarf að vera að horfa á hvort hann neitar bakkar víkur frá fælist eða hvort að knappinn þarf að ríða hring, það er það sem við varum að tala um með tekinn hringur, sko. Að þú mátt aldrei þegar þú nálgast braut, sko, fara aftur yfir sömu sporaslóð þú varst að ríða, þá ertu búin að taka hring. Og stíllinn þá er verið bara dæma hvort það sé hik á framhugsun hjá hestinum, hvort að rása til hliðana áður en hann fer upp. Það verður að horfa á knappann, hans ábendingar og hans ásettu. Hann sé, sem sagt, í svona frekar léttri ásettu og létta bakkinu á hestinum og sé í góðu jafnvægi að fara þarna upp. Og þú veist þetta, að þú veist ekki taumana á móti hestinum og allt þetta. Þetta er allt eins og áðan nema, fótur út fyrir er þarna í refsistigum. Reyndar, ég sé það ekki, reyndar mjög myndrænt fyrir mér akkurat núna hvernig fótur út fyrir þessi dæmi getur verið. En ef að barðið er mjög augljóslega eftir einhverju svona braut og hesturinn fer fram hjá eða stígur út fyrir með fót, þá er það, en eins og þetta er uppsett hjá okkur, þá hefur það ekkert verið neitt vandamál allavega með þetta barð, það kannski kemur skýrar bara í öðrum þrautum. Og svo er bara, þú veist, ef maður er komið með eitt svona barð, þá er, þú veist, ríða upp barð, ríða niður barð og svo teima upp barð og teima niður barð. Og þegar að vera að teima svona, við hefum nú bara sent bæði börn og fullorðna upp og niður þetta barð að teima hestana og það gengi ágætlega, það var gott að það er litlu. Hvað er barðið hátt? Hvað er barðið hátt? Ég nefnilega fór að spá í því sjálf þegar ég var að gera það, ég fór nú ekki og mældi það, ég náði ekki að gefa mig tíma í það, en hvað er það hátt? Það er örugglega alveg 50 metrar eða eitthvað svoleiðis. Mér minnir að það hafi staðið, ég hef nú mátt láta að fylgja þetta. Það var svona, minnir að það staðið 0,9 eða 1 metr. Þetta séð á borðhæð. Já, ég trúi það, kannski aðeins læra. Nú er ég bara ekki alveg viss. En auðvitað bara, maður hanna það líka bara aðeins eftir tilfinningu, sko. Hvað manni, þegar maður er að hanna þetta, sko, hvað manni finnst ásættanlegt og hvaða markhóp maður er með í huga, sko, að vera að gera þetta. En já, barðið okkar er alveg pínu glannalegt svona að fara niður það. En ég gerði það þannig með þessi, yngri, ég er alveg upp í samt 12 ára að ég teymdi þau fyrst niður á hestunum, sko, þau bara héldu sér, sko. Fór þannig bara nokkur skipti og svo endaði með, má ég gera sjálf, heyrðist í þeim, má ég prófa að gera sjálf, alveg niður í bara 6 ára þarna, fóru bara að gera sjálf, sko, niður. Þú veist, ég labbaði það bara með hestinum og þetta er alveg, ef maður bara æfir þetta svona skref fyrir skref, þá bara kemur þetta ótrúlega hratt, sko. En já, þess að má setja aðra leið við hliðina á barðinu, auðvitað ef að það er eitthvað sem að fólk vil gera, þannig að knapinn geti gengið við hliðina og þurfi ekki sjálfur að klöngrast þarna upp eða niður. Og það er kannski ekkert fyrir alla. Svo er það kúnstin að bakka og þar erum við að tala um 8 metra langan gang og hann er 0,8 metra breiður, semst inn á mál. Og þá bakka heila 4 metra, þannig að við hefum bara gert það þannig, við hefum bara spreyjað á, semst þetta er bara staurar sem afmarka þetta. Ýmist bara svona venjulegir staurar, svona girðingastaurar eða bara símalínustaurar, það er líka fínt. Og við hefum bara spreyjað á staurana og jafnvel á jörðinni líka bara svona línu þar sem sýna bara þessa 4 metra og maður ríður það bara inn í þennan gang. Stöðvar hestinn þegar að framfæturnir eru komnir á línuna að minnsta kosti eða örlítið yfir hana og svo þarf að bakka samfleytt þessa 4 metra. Og þetta er eitthvað sem að,
einmitt maður semur svolítið upp á nýtt þegar maður að byrja að þú veist, hesturinn megi alveg stoppa, þetta þurfi ekki að vera alveg samfleytt eða minka erfiðleikastigin einhvern veginn svoleiðis eða bara hafa vegalengdina styttri sem maður þarf að bakka, eitthvað svoleiðis. Og það stendur hann bara gangtegund sem riðið á inn í ganginn og út úr honum aftur frjáls, en hesturinn má sem sagt ekki þannig vera að dæma hvort hann bakkar beint eða hvort hann rekur sig í. Þannig að það bara ein villa fyrir hvert skipti sem að hesturinn rekur sig í staurana þegar hann að bakka. Ekki þegar hann komin í ganginn, bara í bakkinu að vera að dæma hvort hann rekur sig í. En ef hann stígur út fyrir, þá bara allavega í þessu strangasta, þá það bara 0. Já, það þess 0,8 metrar innan málið á ganginu. Þannig að hesturinn þarf nú bara að bakka beint til þess að reka sig ekki utan í henn. Og það alveg fínt að hafa símalínustaurana finnst mér í þessu. Það hrossin svona aðeins, þú þurfa að hafa meira fyrir að stíga út fyrir og vanda sig kannski aðeins meira. Og að bakka í hendi. Og ég rakst á þessa þraut bara nýja núna í sumar þegar ég var að halda mót og bætti henni við. Og það bara alveg eins nema, já, best að minnast á það, allar þrautir sem unnar í hendi, þá þurfa ístöðun að vera lögð svona í kross yfir nakkinn. Og í refsistigunum, þá sjáum við það að það -1 stig, neðarlega á blaðinu, -1 stig ef ístöður eru niðri. Og, nú maður ekki ætla að segja, jú, knapinn bara þarf að bara fara inn í ganginn og fyrir framan hestinn og lætur hann svo bakka og reyndir ekki ætlast til þess að þessi bakka nema 4 metra í þessu við hendi, sko. Og annars þetta eins og Ekki 3. já, sagði 4. Ég las 3 og ætlaði að segja 3, sagði 4, takk fyrir að leiðrétta mig, það var alltaf 4 áðan. Og svo í þessu stendur, sko, maður ætlar að velta sér fyrir hvernig á að láta hestinn bakka, það stendur bara að allar gætilegar og háttvísar aðferðir eru leyfðar. Þannig að Mjög slæmgang hefur það Já, og þá kemur, sko, en þá náttúrulega tekið inn í stíl í þessu, sko, þú veist, hvort þú þarft að ryðja hestinni þínum aftur og bak í þessum gangi eða hvort þetta gerir svolítið ljúft og smurt fyrir sig. Og auðvitað ef fólk þarf að vera eitthvað gróft við hesti sem til að fá hann til að bakka, þá náttúrulega hægt að grípa í þetta grófræðmennska sem í refsistigunum, það -5. Já, hestakerra, það var þraut sem var inni í alþjóðlegu reglunum að búið að taka út aftur en mér finnst mjög gott að hafa hana með og það mjög praktískt að hafa hana með. Það var græða allir á því og þetta var þannig, sko, í þessari erlendu þraut að þá var gert ráð fyrir hestakerru þar sem þú teymir hestinn í gegnum kerruna, sko, inn aftan út af framan en það er nú ekki margar svoleiðis kerrur allavega sem að ég bý, þannig að við höfum bara verið með bara stóra, 4-5 hesta kerrur og bara vel opnar og plássmiklar og haft það bara þannig að ég samdi þetta þá bara þannig að bara teyma hestinn á feti yfir vegað og hiklaust upp á kerruna, stöðva hann líkt og eigi að binda hann og teyma hann svo út aftur yfir vegað. Og það er bara að muna að hafa ístöðinni kross, það reynist flestum erfitt að muna það. Líka þessum sem eru búin að æfa þetta í mörg ár, já. Þetta spurning, eftir kerru sem með styrki eða bara sem hurðum? Ég hef verið að nota kerru sem með hurðum
bara bundið þær svo þær fjúki ekki. Já. Og en það bara gildir einu sko, hvernig kerran sko, hvort það sé rampur til að labba upp eða bara hurðir til að opna. En, já, einmitt það er bara eiginlega, og það er eiginlega eins og 2 mismunandi þrautir sko, mismunandi kerrur, þannig að en hestar sem eru búin að æfa trekk eiga nú ekki hika mikið við að labba upp hana ramp, myndi ég segja. Já, ríða upp tröppur. Það er framkvæmt á feti alltaf og þarna eru svona ýmis mál á þessu ef þið viljið fara að smíða. En við erum með á trekkbrautinu okkar úti, erum við með svona, já við erum bara með svona eins og smá misfell í landinu, það kemur svona smá barð og þar er barðið okkar og við hliðina barðinu okkar eru tröppurnar og við lögðum það bara svona eiginlega í þessa litlu brekku eða hvernig sem þetta þannig að það bara hallar aðeins og svo fylltum við bara af sandi sko. Smiðum þetta bara timbri og það var þarna á, ég veit hvort eitthvað, það er náttúrulega aðeins að bakka bara á hérna. Já, þarna. Ég sé á þarna þessu að blesótta hestunum að ríða upp svona tröppur. Og svo bara þjappast sandurinn og maður það bara fylla á. Og ríða niður tröppur. Ég hef ekki verið mikið í að láta þau gera það, mér finnst það pínu glannalegt. En allavega ég hef ekki verið mikið að láta krakkana gera það. Og svona þegar þau eru að æfa sig sjálf þá eiginlega bannaði þeim að gera það. Það þarf svo lítið til að segja að hesturinn detti eitthvað þarna niður ef hann er ekki að vanda sig hálfsofandi eins og barnahestar eru stundum þegar að labba þarna niður. Þannig að ég vil bara segja að það er eiginlega svona eina sem ég hef eitthvað áhyggjur af í þessu þrautum, það er að ríða niður tröppur. En auðvitað treysti ég fullorðnu fólki alveg í það. En það er gott að hafa í huga. Og þessi þraut er náttúrulega bara líka þá að teyma upp tröppur og teyma niður tröppur. Og þarna er verið bara að horfa á það að hesturinn fari þetta á feti og hann sé ekki að stoppa heldur. Ríða yfir brú. Það er líka framkvæmt á feti. Knapi gengur undan hesti, þetta var nú ekki alveg. Ætla aðeins að kíkja á næstu. Þarna, þetta er bara að vera copy-paste hjá mér hérna. Nei, knapi gengur ekki á undan hesti þegar það verður að ríða yfir brú, þá ríður knapi á hestinum. Ég var að laga þetta. En þá förum við bara hérna í teyma yfir brú, þar einmitt gengur knapi á undan hestinum. Og breiddin á þessari brú er cirka 1 meter. Og það er bara eins og tröppurnar, það má ekki fara upp á fetinu og það má ekki stoppa. Og þessi brú getur verið bara annarkvort, sko, þú þarft ekki að vera með hana yfir vatni eða slíkt, sko, það er bara, við hefum til dæmis, að við erum með okkar þrautabraut hjá Funa, erum við með þetta bara á mel og við fórum þá leið að smíða bara svona úr timbri, bara svona langan fleka sem örugglega svona meters breiður og ég man ekki hvað hann er langur, hann er nokkuð langur og við erum með svo setjum við bara vörubrett undir hann. Við erum með vörubrett á 3 hæðum og 3 sett af vörubrettum, þannig að það er svona lengdin á honum. Með þess að bil á milli þessar vörubretta, þannig að hann er aðeins lengra en það. Og þá getur maður náttúrulega bara að byrja með bara þetta á jörðinni og þú veist, sett svo bara 1 sett af brettum undir og svo bara hækkað. Og þessi brú, hún nýtist okkur líka sem vegasalt, ef við viljum það, setja drömb undir og
Það verður smiðið þannig að hún getur líka verið vegasalt. En þetta alveg svolítið þungt samt, ég færi þetta ekkert einum, þannig að maður ekkert eitthvað að vippa undir þetta fleiri brettum nema með smá átaki eða færi þetta neitt mikið til, en við gerum nú samt, við færum þetta inn á veturnar og út á sumrinu og svona, þannig að það er hægt, en maður þarf svona að hafa þyngdina í huga þegar maður er að smíða þetta, það sé eitthvað hægt að hagga þessu, en svo smíða ég nú í sumar úr bara símalínustaurum, setti bara 2 svoleiðis og setti bara spýtur á milli þeirra, gerði þannig brú og lét hana svo standa, ég gerði sem sagt þrautabraut á öðrum stað núna í sumar heima hjá mér á eyrunum þar, það er fullt af vatni og hafði hana svona yfir smá lænu, þannig að það var mjög skemmtilegt að koma vel út. Þannig að það er bara, já, bara að láta ímyndunar allir ráða þarna, sko, hvernig brú maður gerir. Ríða upp á pall, þetta er nú bara eitthvað sem margir kannast við og ég smíðaði bara utan þetta svona reglur í takt við hitt. Og þetta á bara að gerast á feti og stöðva hestinn á pallinum og ríða svo af pallinum aftur og á feti. Og það er sérst bara, villurnar í því eru bara þetta, neita, bakka, víkja frá, fælast, taka hring og fara upp af feti sérst þegar hann á að vera að koma þarna að eða fara frá. Og svo á hann sem sagt að stöðva á pallinum, ef hann gerir það ekki þá er það villa. Svo fyrir stíl er verið að dæma, hika framhugsun, rása til hliðana, rangar ábendingar knapa, röng áseta knapa, hestur eða knapi missir jafnvægi. Og í refsistigum er það þannig að ef að hesturinn fer ekki með alla fætur upp á pallinn, að þá er það bara 0. Allavega eins langt og við erum komin í þessu, en svo er auðvitað hægt að stilla það bara af og til dæmis í byrjun getur verið bara gott að gefa fullt fyrir það að hestur fara með framfætur upp á pallinn eða eitthvað svoleiðis. Og þennan pall hefur við verið með hingað til bara vörubretti og efsta vörubrettið er með gúmmímottu og bara passa að efsta lagið með gúmmímotta eða hvað sem að nota sé ekki mjög sleipt og hafi huga, þú veist, einmitt með brúna og þennan pall og þetta að þegar kemur rigning að maður möta úti þá getur þetta orðið sleipt, sko, þannig að það er alveg hægt að hugsa fyrir einhverjum aðferðum svona fyrirfram hvernig maður vill útbúa þetta að hanna þetta þannig að þetta sé ekki sleipt þó að komi rigning. Þú veist, lím og sandur eða eitthvað svona sem að gera þetta aðeins gróft. Og en í sumar tók ég upp á því að því að pallurinn okkar var orðið svo sleipur að ég prófaði sem ég sá nú bara á Pinterest að taka dráttarvéladekk gamalt og fylla af sandi. Það bara virkaði fínt. Maður þarf bara að passa að slétta sandinn á milli og vera duglegur að fylla á þeirra að þjappast, sko. Svo þau svona fari ekki undir brúnin á dekkinu. En það var bara mjög fínt, sko, að nota það. Já, þetta er alveg, já, þetta var bara stórt dráttarvéladekk, sko, en það var alveg nógu hátt, sko. Það var alveg nógu reffilegt, sko, það. En þegar ég hef verið að nota brettin þá hef ég verið með mest 3 vörubretti undir. Eða sem verið með efsta bretti og svo 2 undir. Það var ekki svona auðvitað að taka og skera saman hringinn. Jú, það er alltaf bara, jú. Það var ekki þetta spurningin. Já, akkurat, muni endurtaka spurninga, það er afsakið. Spurði hvort að í hönnun á þessu dekki var ekki hægt að skera bara ofan af því, sem sagt, efri hluta þannig að sé meira opið bara, já. Það er hugmynd. Það er alveg bara mjög góð hugmynd. Það er svona spurning hvernig Einar hvort að fallinu því? Já, akkurat, spurning hvort að það verður nógu sterkt þannig. Spurning hvort það verður nógu sterkt. En þetta gengur mjög vel hins segir ef maður bara passar að hafa
sandinn sléttan og nógu mikið af honum. Og þú veist, þá allt í lagi, þú veist, þau stíga á brúnina og hún svona gefur aðeins eftir og mann líst ekki á þetta fyrst, en svo gekk þetta bara mjög vel, sko. En maður passa bara, já, að það sé nægur sandur og slétta á milli, sko. Við settum gólfmottur á hallanum og við erum að nota. Já, gólfmottur, það þetta bara. Útimottur. Já, svona gúmmi? Nei. Nei? Svona teppi. Bara svona teppamottur, já, akkurat. Það er oft á útimottur. Já, Á hallanum, það alveg statt og ræðið. Já, það góð hugmynd að setja svona út í teppamottur ofan á pallana. Ég stel þessari hugmynd, fer með hana heim. Takk fyrir það. Já, það náttúrulega hægt að teima upp á pall líka. Svo að ríða yfir skurð. Og þar gangtegund frjáls og leyfilegt að stökkva úr kyrrstöðu. Hesturinn má ekki stíga ofan í skurðinn. Þannig erum við að tala um 3-4 metra langan skurð og hálfur til 1 metra dýpt. Og breiddin á hann með 1,30 til 1,50. Ég man ekki hvað skurðurinn sem við erum búin að grafa í okkur. En hann var fyrst frá frekar grunnur og við fórum okkar að pyrra okkur á því að þau vildu svo mikið stökkva ofan í hann bara með framfæturnar í staðan fyrir að stökkva yfir hann. Þannig að við dýpkuðum hann og það gekk bara ljómandi vel. Hann mjög glannalegur samt og þetta frekar hræðilegt en gekk bara ljómandi vel alveg þangað til að svo kom ný kynslóð að trekkhestum þarna svo ekki fara í þetta áður. Og þá var ég alveg skítrætt því að sumir voru svoleiðis einhvern veginn að hóta því að ætla að fara ofan í þetta þó að sé ekki hægt að fara ofan í þetta. Ég bara dýpkuðum hann þannig og hann það raunþröngur að hestur, ég veit ekki alveg hvernig ég á að koma hesti aftur upp úr sem fer ofan í, Þannig að ég hef bara girt hann af aftur og þarf eiginlega bara að grinna hann aftur held ég. Ég vil alls ekki missa hest þarna ofan í, En ég hugsa bara í staðinn fyrir að dýpka hana ef þú ætla að vera alltaf að fara ofan í. Já, okkar, það stendur hérna 1,30 til 1,50. Ég sjálf 1,50, ég 1,55. Ég veit ekki alveg. Þetta svolítið breitt, Okkar ekki svona breiður, Er þetta samkvæmt alþjóðlega? Já, þetta samkvæmt alþjóðlega staðlinum. En það ekki bara hægt að Ég held að breytir sem gefa refsistig ef að hestur stígur ofan í og kom fullt hús eða? Jú, og það þannig, þú veist, í þessu þú veist, hestur stígur ofan í skurð, það bara 0 fyrir þrautina. Við vorum bara eitthvað svona ergja okkur á þessu, þú veist, þeir sem voru að æfa þetta, hvað var auðvelt fyrir þá að fara þarna ofan í. Þú veist, það er svo erfitt að... Já, krakkarnir á... Já, eða í raun gera hann samt auðveldri fyrir hestinn bara þannig að hann færi yfir en ekki ofan í, Þannig vildum við, þess vegna vorum við að dýpka hana, Líkur á veseni. Já, en þannig ég mæli í raun bara með og þú veist, maður verður bara að prófa sig áfram með breyta og svo hvernig maður vill hafa þetta, Þetta 1,30 til 1,50 svolítið mikið, Og það eykur alveg örugglega líkurnar að hesturinn fari ofan í mig framfæturnar ef þetta svona rosalega breytt. En svona þegar maður byrjar að æfa þetta á feti og svona og kannski hægt að taka þetta á ferðinni, En þá þarf þetta að vera orðið vel æft. En það mætti örugglega setja eitthvað ofan í bara. Setja bara plast eða eitthvað svona sem að þeim kannski líst ekkert á, annars líst trekkast nú á flest þegar þeir eru búin að æfa margt að láta hann ekkert mikið stoppa sig en það væri hægt að setja einhvers konar drasl þarna ofan í sem að þeim líst ekki á að stíga á. Það geti hjálpað bara. En við þá ekki líka þannig upp á hættuna að þeir stoppa? Snarstoppi við? Snarstoppi, jó, en þetta er alltaf æft frá grunni, þú veist, fyrst í hendi og svo bara, þú veist, í rólaheitunum og svo kannski bara þegar að, já, með tíð og tíma eru þau farin að bara fara á fleygiferð þarna yfir, En þannig að þá eru hestarnir vanir því sem þarna ofan í og þeim bregður ekki þó þeir sjáu það, Já, ég hugsa að ef maður er farin að þjálfa hest í að
stökku yfir 1.30, 1.50, þá var maður óstöðandi hestinum sínum. Alla skurðbakka. Já, þá þarf að fara að gera alla skurðbakka. En það við ofta skiptum hest í dag þess að einhvern kemur á námskeið með hest sem það virkar bara. Er oft sem að það þá? Já, spurningin var hvort að það þyrfti ofta að skipta hest, sem sagt ef einhver mætir á námskeið með hest sem að bara virkar ekki í þetta, lætur ekki hafa sig í þetta. Ég hef bara einu sinni held ég rekið hest á trekknámskeiði. Það var neitt um byrjun, sko. Þá, já, það var bara einmitt, hann bara, sá hestur bara var ekki til í neitt, sko. Hann stóð bara alveg og ekki hægt að fá hann til þess að snerta pallinn með einum fæti eða gera neitt, sko. Hann stóð bara í fílu allan tíman og allan fyrsta tíman fengum hann ekki til að gera neitt, sko. Og þetta hefði fengið hann á endanum til að gera eitthvað en ég mælti náttúrulega bara með því að sá knapi myndi mæta með auðveldari hest til þess að hún fengi meira til námskeiðinu. Þannig að það hefur bara, já, varla komið fyrir. Þannig að flestir hestar virðast láta hafa sig í þetta allavega sem hafa mætt hjá mér, sko. Og þeir eru nokkrir. Þeir eru alveg duglega að skipta hesta hjá mér. Svo er þetta að stökkva yfir trjából eða tunnur. Og þetta nú kannski ekkert eitthvað sem er mikið í náttúrunni okkur að stökkva yfir trjábóli þegar við erum reiðtúr en einhver síðan mjög skemmtileg þraut að hafa og það er þetta eins og í hinnu gangtegund frjáls og leyfilegt að stökkva úr kyrrstöðu og hesturinn má alveg snerta hindrunina sem er þá trjábólur eða tunnur. Ég hef verið að nota þessar bláu tunnur sem að, já, ég hef verið að hirða þær þegar að vera að sýra korn og og ég hef verið að raða svona 3 tunnum hlið við hlið en það byrjar enginn á því að stökkva yfir þessar tunnur. Við byrjum alltaf á einhverjum minni hindrunum. Þannig að þetta er svona lokamarkmið að geta riðið hestinum sínum að svona tunnum, þú veist, bara út á víðavangi án aðhalds og hann stökkva yfir. Og Hvað er þú tunnar? 90, 80? Nei, þetta er ekkert svo, tunnan sem liggur á jörðinni. Þannig að þetta er ekkert svo hátt en þetta er býsna samt þegar maður situr á hestinum og þá komum við yfir þetta. Hvernig festur þú tunnarnar? Spurningi hvernig ég festi tunnurnar, eða hvernig ég læt þess að passa að það rúlli ekki bara í burtu þegar hestur er eitthvað síðar. Ég set bara örlítið vatni í þær, þá þyngjast þær aðeins. Og það er allt í lagi þó að það hreyfist aðeins, maður þarf alltaf bara aðeins að vera að laga þær þegar að vera að æfa þetta. Og líka fjúka þær síður, ef maður er að geyma þær einhvers staðar. Já, þannig að bara, já, byrja bara með bara eitthvað minna, þú veist. Og bara þetta fyrir náttúrulega bara eftir bara aldri og getu og hjá knöpum, sko, hvað maður fer hratt í þetta. Ég spurði það. Já. Þú ert með svona æfingar eins og þetta að stökkva í trjából, að yfir brú eða hvað sem er. Já. Ertu með einhverju svona rennu að þrautinu? Já, spurningin er hvort að ég sé með eitthvað svona rennu að þrautinu til þess að stýra hestinum að þrautinum eitt í rétta átt. Já, ég hef notað það þegar þau eru að fá hestin til þess að stökkva yfir eitthvað, hvort sem að það er hindrun eða svona gryfja. Þá hef ég verið með það. Ég hef, jú, og líka þegar þau ríða undir svona slár, þá hef ég verið með það líka. En ekki í neitt annað, sko. Ekki í pallinu, ekki í brúna eða neitt svoleiðis, en og það er náttúrulega sérstaklega, já, það er þess að þrautir að stökkva yfir eitthvað og svo ríða undir slárnar, að vera með rennu þá, af því þá er knapinn svona svolítið að setja sig úr í jafnvægi og hesturinn náttúrulega margir hverjir svíkja bara. Og þá er gott að vera með rennu til að byrja með. Hvað með langar rennu?
Hvað með langarennu? Kannski, við höfum oft bara verið með eitthvað svona, þú veist, einhvern spotta eða eitthvað svona, sko, þetta hefur kannski verið bara einhverjir, ég veit ekki, 2-3 metrar, eitthvað, þú veist. Jú, stundum hefum við reynd að nota líka hérna, einhvern tíma vorum við með svona, það myndaði svona gangur, við vorum með hringgerði inni í reiðhöll og þannig að, þú veist, við komum út á skamhliðinni, þú veist, hringgerði var svona, við erum með litla reiðhöll, sko, og þá veitti hringgerðið aðhald, já, í beygjunni og svo þurfti að setja bara upp svona smá auka aðhald og fyrir langhliðina áður en að koma á þrautinni. En það er bara, já, bara, þið finnið það bara, já, fljótt út, sko, hvað þarf. En auðvitað byrjaði alltaf á því að æfa þetta í hendi, sko, þannig að hesturinn venst í fyrst þannig. Og svo er að teyma yfir svona hindrunemi, það er ekki bara einmitt þegar maður æfa sig, heldur það er líka bara þraut. Og þá einmitt ræðum maður því hvað maður er grimmur, hvort að maður lætur alla knapa líka hoppa yfir tunnurnar eða hvort að maður hefur leið við hliðina fyrir knapana. Þannig að eins og sjáu það er gott að allir hestar kunni að teymast þokkalega. Byrja alltaf á því að kenna þeim það, bæði við hlið og á eftir. Hérna, ríða S-beygju. Það er framkvæmt á feti. Og þarna á þessu blaði er mynd með málum á þrautinni. Þetta er lengdin á þessu eru 4 metrar. Og þetta er 0,9 þar sem maður ríður inn. Og svo eru hérna þarna skamhliðarnar eða hvað sem maður kallaði, þær eru 1,8 og 2,2 eru spýturnar sem að ganga svona inn í þessi. Og þetta er bara mjög einfalt og málin þurfa náttúrulega ekki að vera eitthvað nákvæmlega svona þegar maður er að setja þetta upp. Það er bara hægt að nota girðingastaura og raða þessu upp svona og það er bara komið fínt S, sko. Það er mjög einfalt. En við erum nú búin að smíða svona samt á útibrautin okkar. Þetta er hugsað þannig að slárnar séu örlítið upphækkaðar. Þannig að við erum með þetta á svona fótum. Við smíðum þetta nú bara úr timbri úr skóginum. Og þetta er á svona tréfótum og það var skorið bara svona smá vaff ofan í. Þannig að þetta situr bara á svona litlum vafflagafótum eða þessu sem er svona vaff ofan á. Þannig að þetta getur dottið ef að hesturinn rekur sig í þetta. En þetta er ekki mjög auðvelt, þetta rúllar ekkert af, sko. Þannig það er mjög sniðugt að hafa þetta svoleiðis upphækkað ef maður kemur sér fyrir einhver svona varanlega. Því að það er einmitt allt í lagi að reka sig í þetta, en það gefur villa fyrir það ef þetta dettur. Og þá, ef ég með þetta liggjandi á jörðinni, þá er ég bara að gefa mínustig ef að þetta bara aflagast. Það jafngildi því bara að slá sig að detta. Og þá má þetta ekki stíga út fyrir þetta. Og það er svo sem ég hef ekkert, ég skil það þannig að hesturinn má svo sem alveg böðlast yfir þessar spýtur sem ganga inn í S-ið en það er kannski bara, það dregið niður fyrir stíl þá bara fyrir það, sko. Ef hann er ekkert að henda þeim til, eða hrinda þeim. Og svo er að teyma þessa þraut, þá bara fer knappinn með hesturinn hann í gegn. Og svo er hérna, við hefum nú ekki mikið verið í þessari á melinum okkar, á Melgerðismelum. En ekki það að mig langar að græja einhvers konar, ég veit ekki hvort það er þetta steypa eða gera eitthvað, sko, til að mynda smá drullupollarnar sem að heldur vatni. Það væri gaman að hafa eina vatnsþraut. Það var ekki nema smá rigning af drullupollir, en þar sem við vorum með brautina núna í sumar,
það var fullt af vatni og þá riðum við yfir svona eitthvað enda á tjörn sem þar. Og það bara framkvæmt á feti og hesturinn á ekki að stoppa. Og hérna svona fótur út fyrir, það fyllir svolítið með því þá settum við bara auka staura, það voru staura þar sem þrautin byrjaði og staura þar sem þrautin endaði og svo settum við staura í miðjan líka svo voru auðvelt fyrir dómarinn að sjá hvort að hesturinn væri að fara út fyrir, ef hann var tregur að hann færi út fyrir þrautina. Þetta var bein leið? Já, þetta var bein leið, en það má alveg útfæra það öðruvísi. Bara að sé ljóst sko, fyrir knappan hvar hann á að fara. Þá það ekkert mál. En ef þú væri með heila á, þá myndir hafa einhverja braut á sem það þurfti að ríða yfir á. Ég var reyndar með þraut sem að ég krótaði bara á blað og ekki hér, sem að var að ríða yfir á. Og þá var ég bara með staura á bakkanum nær sem að það var það sem að þrautin byrjaði í raun og það var bara riðið þar í gegn og yfir ána og ég var nú svo löt að ég nefndi ekki að keyra yfir ána og setja staura hinum meginn þegar ég var að græða þetta það var bara fínt að hafa staura svo hinum meginn þegar það kom upp úr en ég sagði að maður væri bara búin í dómi þegar það var komin upp úr hinum meginn. En það var bara flott þraut og svo náttúrulega þurfti ég að búa til þraut úr því að koma tilbaka yfir ána og þá sagði ég að þau voru byrjuð í dómum þegar ég kemi út í á og var svo með á öðrum stað þar sem þau áttu að koma upp úr. Það var svona auðveldur staður sko þar sem þau riðu út í fyrst í fyrri þrautinni og svo þegar þau komið yfir ána tilbaka þá áttu þau að koma bara og stökkva upp úr áni og upp á bakka. Það verður ekki verið mikið válega að þau verður að fara upp barð. Já, það var bara úr á og upp á barð, já. Þannig að það var svona tvöföld þraut, sko, eða svona samsetning. Og það var lítið mál. Eftir hverju var það að horfa þegar það var ánæðingar? Nei, já, þá var verið að gefa fyrir stíl þegar þau fóru yfir ána en ekki gangtegundið mitt. Og það var bara eins og á þessu blaði að ríða yfir votlendi, það var fyrirmyndin og sem sagt villurnar í því þegar út í ánni það var einmitt ef hann fer upp að feti eða ef hann stoppar þá þarf að vera bara alveg stoppu þetta má hann fara mjög varlega yfir ána og svo fyrir stíl sko þá er verið að horfa einmitt á bara hvernig knapinn stýrir hestinu sínum í ánni og bara hvernig hesturinn ber sig að það voru augljóslega einhverju 2-3 steinar í ánni sem að knapið þurfti að passa sig á, þeir sáust greinilega og þó þeir væru undir vatninu og þá voru að fylgjast með því sko hvort að krakkarnir sæju þetta. Já og svo fullorðnir seinna, við kepptum í þessum fullorðnir líka seinna og svo bara ásett hann til dæmis þegar það var verið að koma tilbaka og fara upp úr ánu upp á barðið, það fylgjast þá með ásettinni. Og þá komum við í svona er þetta sett upp þegar það er verið að dæma gangtegund en ekki stíl og það byrjar eins með bara þessari skilvirkni og þar er box við hliðina á til þess að dómararnir svona séu með það fyrir fram að sig hvað er sem er að horfa eftir og svo er gangtegund og þarna merkir maður sem sagt bara í efstu línuna merkir maður bara gangtegundina sem að fæst mest fyrir og svo hina koma fyrir neðan og við sjáum þetta bara betur þegar við skoðum þrautirnar. Ríða áttu með aðra hönd á taum. Og þannig er ég búin að teikna þessa fínu mynd. Gerða hann í paint. Og hún sýnir þarna hvernig þú ríður inn á milli tveggja staura, svona inn svona hlið eða þannig sem að
sem sagt, afmarkar byrjunina á þrautinni og svo ræður því náttúrulega hvort þú ríður til hægri eða vinstri en þú þarft að byrja að ríða inn í miðjuna og svo eru 2 tunnur eða eins og við vorum með þetta núna í sumar, það voru 2 runnar sem voru með svona fínu millibili, notuðu þá og svo er bara að ríða þessa 8 með aðra hönd og út hinum megin og það má ekki snerta þessar tunnur eða runna og ef þetta eru tunnur þá má ekki hrinda þeim niður. Þá fer það 0. Þessi þraut er sem sagt, hún afmarkast af þessu upphás og endahliði en hún er í raun óendanleg í hinnar áttirnar eins og ef þú horfa hana á myndina þá er hún óendanleg til hægri og vinstri en afmarkast hann áfram aftur og bak. En maður kemur sér nú bara í vandræði ef maður ætlar í eitthvað að ríða út í óendanleikann hana til hliðanna sko. Og þá sem sagt, já, þegar þú kemur á milli staurana, bara þegar fyrsti framfótur hjá hestinum kemur á milli staurana, þá átt þú að vera komin á gangtegundina sem þú ætlar að leysa þessa þraut á. Og erlendis er þessi þraut leyst á stökki til þess að fá mest fyrir en þar sem við erum ekki að ríða fljúgandi stökkskiptingar á íslenskum hesti þá gefum við mest fyrir tölt eða brokk og þú þurft að velja hvort þú ætlar að vera tölti eða brokki og svo minna fyrir að vera feti. Þannig að ef þú gerir þetta rétt þá merkt þarna við 7, svo kemur þú á tölti og þá merkt við +3 og þá færðu, ef allt annað gekk vel bara, þá færðu 10 fyrir þrautina. Ef þú færðu þetta feti og gerðir þetta vel líka villilaust, þá færðu 7 þarna uppi og svo -2. Þannig að þú endar í 5. Þannig að það er mikils að vinna að fara þetta á tölti eða brokki í staðan fyrir feti. Með hraðan, skiptir hann upp máli, hvaða hraða þú ert á jafn hraði, getur bara á þessi á hraðri gangtegund og hægt á mig og það er svo aftur ekki hraða gangtegund eða hvernig virkar þetta? Já, þá er spurt hvernig það virkar með hraða, hvort maður að fara á jöfnum hraða í gegn eða hvort það tekið á því eitthvað og maður getur gert hraðabreytingar þarna í þessu. Það er ekki pláss fyrir það á dómsblaðinu að dæma neitt stíl í þessu. Þannig að svo lengi sem að þú skiptir ekki gangtegund og snertir ekki þessar tunnur, þá bara færð þú fullt fyrir þessa þraut nema þú sért hreinlega að sýna glannalega reiðmennsku. Þá er það þarna í refsistigunum. Þannig að ef þú ríður mjög glannalega þarna í gegn, þá getur dómari gefið -5 fyrir það. En að öðru leyti þá þarf ekki að vanda þetta jafn mikið eins og í hinum þrautina sem verður að gefa fyrir stíl. Og ég held að það sé bara til einföldunar á þessu öllu saman að dæma þetta. Og þarna er sérst bara, í þessu þarna, þetta er náttúrulega svona, fyrir reyndustu knappana sko, þá bara leið að setur aðra henda á taumi þá þú bara komið 0. En auðvitað er hægt einmitt að útfæra þetta bara og eins sko að bara þú veist hvort þú fáir -2 fyrir að gera þetta feti eða hvort það stæði kannski bara frekar 0 þar, þannig að þú fengir sko, ef þú gerir þetta rétt og gerir þetta feti, það fengir 7. Þú veist, ég geti bara útfært það eins og ykkur finnst sanngjarnt fyrir þann hóp sem þið eru með. Og við höfum heldur ekki verið að taka á ganglægi. Ef hross fer þetta á lulli, þá er það bara í lagi. Það hreinsa sig aðeins í beginu. En þú veist, við erum ekki að taka, við bara lull flokkast bara með tölti og við erum ekki að fetta okkur neitt út í það. Þetta tækir þetta bara á stökkum?
Er það glannalegur? Það spurt ef einhver tækir þetta bara á stökki, hvort það sé glannaleg reiðmennska. Já, og það í raun bara ef einhver tækir þetta stökki af mér, þá myndi ég reynda bara gefa 0 því það ekki boðið að taka þetta stökki. Ég myndi aldrei bjóða upp á að láta taka þetta stökki, sko. Af því að það náttúrulega bara, já, þetta náttúrulega krappa beygur og sko, en þú sko, og þú ferð þá, skilur, þú ert fyrst að fara til vinstri og átt að vera vinstustökki og svo þarf að taka beygur til hægri og þú getur eiginlega ekki tekið svona krappa beygur til hægri á vinstra stökki. Það liggur vandinn, sko. Þannig, og það, já, ég myndi segja að það var glannaleg reiðmennska því að ég held að hesturinn getur bara stigið á sig ef maður ætlar eitthvað að vera að æfa það. Hér önnur gangtegundaþraut að ríða eftir bara beinum gangi. Þetta 8 metra langur gangur og 0,5 hálfur metr að breidd að innanmáli. Og þarna verður einmitt eins og í bakkinu verið að hlusta eftir hvort að hesturinn snertir slárnar. Og þá getur hann bara að fara á stökki, þetta bara bein braut. Fær mest fyrir að fara á stökki og minna fyrir að fara á brokki eða tölti. Og ég með aukt þarna fyrir neðan tölti, sko, það hægt að bæta við feti, sko, maður vill. En mér hefur alveg fundist bara flestir geta framkvæmt þetta á tölti eða brokki þó þau geta ekki stökki, sko, þannig að ef maður búinn að æfa þetta eitthvað smá, sko, þá á nú alveg að vera hægt að ætlast til þess, ekki nema sem einhverju pínur til að polla eða eitthvað svoleiðis, sko. En þá má maður kannski ekki heldur að dæma þá. En já, og eitt sem að ég þarf að koma fram fyrir með þessar gangtegundir, sko, ef að þú, sem sagt, þú dæmist á gangtegundinni sem að þú kemur á inn í þrautina. Þannig að þú fer fram í svona 2 staurum sem að marka upphaf þrautarinnar. Þegar fyrsti framfótur fer þar í gegn, þá ert þú á einhverju gangtegund og þá dómarinn bara, ok, merkir við þessa gangtegund. Þannig að ef þú ætlar að koma stökki en dottið niður í brokk, þá merkir hann við brokk. Þá borgar það sig ekki fyrir það að skipta aftur upp í stökk vegna þess að hann búinn að merkja við það á brokki og ef þú ferð upp í stökk þá það bara sko villa fyrir að skipta gangtegund. Þannig að þú fær einhver fyrir að hafa komið inn á brokki og svo færðu einhver fyrir að hafa skipt gangtegund. Og en segir svo að þú komir inn á stökki, þá merktu við að þú sért á stökki og þú kannski dettur niður í brokk, þá máttu koma þér upp í stökk aftur. Þú færð ekki villi fyrir það líka. Þú færð ekki villi fyrir að koma þér aftur á upprunalega gangtegundina sem þú komst inn á. Ég með þetta aðeins öðruvísi heldur en í alþjóðlega reglunum. Mér finnst þetta meira hvetjandi svona, en hjá þeim þetta þannig að þú ert dæmdur á hægustu gangtegundinni sem að þú sýnir í þrautinni. Þannig að þú kemur inn á stökki og dettur niður á brokk, þá færðu einhvern fyrir þá færðu sko einhvern fyrir brokk en ekki fyrir stökk og svo færðu líka villu fyrir að hafa skipt. En mér finnst það eiginlega bara miklu betra hinsegin, það miklu meira hvetjandi að þú fáir, ef þú kemur inn á stökki, að þú sért þá dæmdur á stökki, að þú reynir það allavega. Þannig að ég ákvað bara að hafa það þannig. Þessi gangur, hversu há sláin í þessu gangi? Við höfum bara haft þetta á jörðinni. Ég hef bara lagt girðingarstaur á jörðina til að mynda þennan gang. Stendur 8 metra langur og 0,5 breiður? Jú, 8 metra langur og 0,5 breiður, já, en hún var að spá í hæðinni, sko. Þetta ekkert upphækkað. En það má sjálfsög alveg hafa þetta örlítið upphækkað, sko. Það ekkert að því. En þetta bara virkar fínt svona á jörðinni. Og bara minni vinna við að lagfæra þetta á jörðinni.
þeir böðlast alltaf mikið þessari þraut fyrst. Það er alltaf eitthvað að stíga á þetta og yfir þetta. Svo er að teima eftir gangi og hérna, nei, ok, þetta átti ekki heldur að vera svona, ég rekast á ýmislegt. Hérna, ég ætla ekki að hafa +3 fyrir stökk þarna, ég ætla að hafa +3 fyrir brokk og tölt og svo -2 fyrir að teima á feti. Ég var að leiða þetta bara aftur, en hérna, það er reyndar einn nemandi sem að teymdi hesta sinn alltaf á stökki í gegnum þetta, ég leyfði það bara, hann teymdi sig svo svakalega vel. Það er bara alltaf þegar hún hljópa af stað að koma hann að stökki á eftir henni. En hérna, nei, þarna vil ég hafa þetta sko mest fyrir að fara á brokki eða tölti og ég hef brokk / tölt vegna þess að hérna, við erum ekki að gera athugasemd við það þó að hesturinn sé að skipta á milli brokks og tölts eða lulls eða eitthvað þegar þú ert að teima hann svona. Þannig að það telst ekki að skipta gangtegund, þess vegna hef ég þetta saman brokk eða tölt þegar hann teima. Það er semst bara ef hann dettur niður í fet þegar þú ætlar að vera að teima hann á brokki eða tölti, þá færðu villu. Og eins að þú ætlar að vera að teima hann á feti og hann fer upp í einhverja hraðari gangtegund sem að gerist nú eiginlega aldrei. En í þessu er ekki, sem er eiginlega miður, í þessu er ekki pláss fyrir að dæma stíl líka. Þannig að sko hvort að hesturinn kemur að slökum tauma eftir þér á brokki og lítur rosa vel út eða hvort að þú dregur hann þarna í gegn. Ef þú getur það á brokki, þá er eiginlega ekki þetta mismunna þar nema það sé kannski verið að tósa bara það mikið í beisli á hestinum að þú getur gefið -5 fyrir grófarðið, sko. Það er náttúrulega möguleiki að gera það. Ef manni finnst aðferðin ekki mjög fallegar. En auðvitað þarf samt að reyna að kenna þetta þannig og fyrst þegar ég var með þetta þá var ég að einhvern veginn að dæma þau sko fyrir stíl líka en eins og þessi uppsetningin á þessu þá er ekki pláss fyrir það. Og ég hef ekkert farið í að útfæra það, ég hef bara leyft þess að vera svona. En hestur knappi dettur, Já. Þú verið að vita líkur að það gerir, það er ekki hægt að breyta þarna inn í hvernig stílinn er. Það er ekki taka þetta út sem það stílist eða eitthvað. Já, spurt hvort það sé hægt að bæta stíl einhvers staðar inn eins og til dæmis í staðinn fyrir hestur knappi dettur. Jú, það er bara erfitt vegna þess að sko þarna efst ertu með sko ef þú gerir þetta rétt þá færðu 7 og svo, þú veist, ef þú ferð á hröðustu gangtegundinni þá ertu komin upp í 10 og Knapinn getur nú hæglega dottið. knapinn reyndar getur mjög hæglega dottið í þessari þraut. Það er alveg rétt. En ég hef, svo því sé haldið til að haga, þá hef ég aldrei séð hest detta í þessu, þó þetta sé alltaf þarna með. En ég hef alveg séð knapa detta, það er alveg komið fyrir. Engin meitt sér alveglega. Þessi hérna, þar er verið að horfa eftir gangtegundunum líka. Þarna verið að ríða slöngulínur og það eru búið að raða 6 staurum í röð, beina línu, 5 metrar á milli. Það er hægt að útfæra það líka ef maður vill hafa það eitthvað aðeins lengra á milli. En ég mæli ekkert með því að hafa það styttra. Og svo höfum við afmarkað brautina með því að spreyja bara beina línu á jörðina, bara með hvítu spreyi. Milli sem sagt upphafs og endamarks. Og þannig er þetta að fylgjast með því hvort að knapinn fer út úr braut. Og af því að þessi braut er bara 4 metra breið. 2 metrar hana, sitt hvoru megin og
og það getur alveg verið erfitt þegar maður er sérstaklega farin að fara hraðar sko, því þú mátt ekki snerta staurana. Þannig þetta er mjög góð þraut. Hún er aðeins erfiðari heldur en hún sýnist. Og hestarnir þurfa að vera orðnir svolítið þjálir. En þeir verða það mjög fljótt sko, að fara í gegnum þetta. En fyrst sinn á maður bara, ef knappar ekki vanir að ríða hesturinn sínum svona slöngulínu sko, þá eru þeir alveg út fyrir þessa línu og klessandi á staurana og ná ekki beinum og allt það. Þannig að þessi er mjög góð. Og þarna er mest fyrir að fara á brokki eða tölti, annarkvort. Og svo minna fyrir að fara á feti. Þess að tökum við einmitt ekki heldur á stökki. Að þetta er alltaf til hægri og vinstri til skiptis. Og svo er þessi að ríða undir slár. Þá er maður með einhvers konar staura sem að maður getur lagt slá svona þvert yfir og slárnar þurfa bara að vera þannig að þeir detta bara nokkuð auðveldlega ef að knappi eða hestur reykur sig í þær og þá að ríða þarna undir þær og það er svona 1 til 2 metrar á milli þessara sláa sem maður er að fara undir og breidd gangsins er 2 metrar. Ég stendur á hæð slána er 20 cm hærri en hæð og herðar hestsins en ég hef ekki ennþá haft mig að fara út í þessar mælingar. Við höfum bara verið með þetta svolítið hærra og ég hef nú ekki verið með neina glæsismíð á þessu. Við smíðum eitthvað til bráðabirgða 2014. Við erum ennþá að nota það. Það eru bara staurar sem standa bara, er bara svona, með svona té neðst og standa bara og svo bara setja skrúfur í og svo eru bara plastrur sem að liggja á skrúfunum og við setjum bara skrúfur á 2 staði, þú veist bara hærri stilling og lægri stilling, byrjum bara alltaf á hærri stillingunni og fyrir sér lægri stillinguna og svo keppa bara allir með sömu hæð en mér langar mjög mikið og ég er alveg að fara að ráðast í það að útbúa eitthvað aðeins betra og endilega ef einhver útbýr eitthvað svona sniðugt sko, þar sem er hægt að stilla hæðina svona nákvæmar og maður endilega láta mig vita það. Skiptir máli hvað hesturinn er stór? Það er bara skiptir máli þessi hvað hesturinn er stór. Þú er að mæla út á hesturinn. Og ég er náttúrulega einmitt, þú veist, hef verið með þetta þannig skilur að það komast allir undir þetta, þú veist, nokkuð auðveldlega. Eigi hesturinn undir ef þú sem herðverkinn? Já, hestarnir, spurði hvort að hestarnir beygja sig undir þetta, hestarnir beygja sig, já, margir hverjir undir þetta og flestir hestarnir þurfa að beygja sig undir þetta svona með hvernig þeir eru reistir yfirleitt, sko. Hann þurfa að beygja sig undir og ég hef alveg séð hest sem hann nefndi ekki að beygja sig og hann tók þetta bara hausnum. Hann gerði það nú ekki með einu sinni samt. Og ég mæli með því að upp á þetta að gera að þeir sem mæta á dragnámskeið séu ekki í hettupeysum. Það er þvælast mikið fyrir hetturnar í þessu. Og bara, já. En hvernig er þetta að fá hestarna til að fara undir? Það er bara yfirleitt mjög auðvelt að fá hestarna til að fara undir þetta fyrsta sinn. Það er einstaka hestur sem er tregur með það, sko. Og en það hefur alltaf bara gengið á endanum og maður byrja bara að teima þá undir þetta og hafa þetta bara í hestustillingu og þá kemur það allt saman á endanum sko og en þeim getur brugðið þegar þetta dettur sko, oft kannski ef knappinn rekur sig í þetta þá dettur þetta aftan á lendina hjá þeir sko og berst svo kannski aðeins með þau nokkra metra sko en þannig að það getur alveg verið gott að hafa, sko við erum með svo litla reiðskemmu að þeir komast nú ekki langt. Þannig en þú veist, knöpum bræður kannski pínu fyrst þegar það gerast en þeir eru ekkert að, eins og segið, þeir eru ekkert að trublast, þeir eru ekkert að hlaupa mjög langt með þetta sko. En svo spýtast aðeins þegar þetta gerist.
En þannig að ef maður með þetta á svona stærra svæði þegar það verið að gera þetta svona í fyrstu skiptun og maður sjá hvernig hestarnir bregðast við, þá getur alveg verið gott að hafa svæðið aðeins afmarkað ef það hægt. Og sjá svona fyrir hvert hesturinn mun hlaupa. Þú veist, að vera svona bara tilbúin að grípa inn í að vera til aðstæðar. Já, sumum hestum náttúrulega alveg sama, sko. En sumum bregður aðeins við þetta. Hvað heldur að hæð slanna sé háur sem þú ert með það? Hvað held ég að ég sé með þessar slár háar, þar sem ég með þetta? Já. Ég ekki viss, sko. Þetta nú... Ég veit ekki hverju ég á að ljúga í ykkur hérna að vera að taka mig upp, sko. Ég veit það ekki, hvort þetta er ekki nema 1,60 eða eitthvað, ég veit það ekki, 1,70, nei, ég veit það ekki. Þess að þetta nokkar, 1,48 og það hæsta eða hægt. Já, sumir hestar mjög stórir. Ég spurði hvort að þeir hafa verið á mínu. Já, það verið gaman, ég þyrfti eiginlega bara að, ég þarf að mæla þetta ekki heim, ég þarf að mæla gryfjuna og ég þarf að mæla þessar slár og senda á ykkur bara á netfengir hvað þetta er, sko, sem við erum með. Að ég smíði þetta ekki sjálf, sko, ég smíði ekki neitt, ég er bara alveg, ég er bara hugsuður inn á bakvið þetta og svo bara. Ég er bara með mjög mjó plastrur. Já, þú veist, nei, ok, ekki mjög mjó, ég er ekki með rafmagns, þú veist. Ég er með svona vassrör, sko, bara, já, örugglega kannski 25 eða eitthvað. Já. Ég fekk svoleiðis hvít bara, og þau eru mjög snyrtileg. Svo reyndar ætlaði ég að fara að kaupa fleiri og þá voru bara grá, þau eru ekki alveg þetta skemmtilega snyrtileg. Þannig ég veit það ekki. En þau eru fín og það hefur bara eitt brotnað á öllum þessum árum, það var bara eitt rör búið að brotna. Það gerist bara núna nýverið. En þau eru mjög létt og góð og svo hef ég gert það þannig ef þau ætla að fjúka, að þá hef ég bara hent smá svona litlum steinum inn í þau. Þegar við erum að vinna úti. Það hefur dugað til. Og nú erum við komin í þraut sem nú eru bara einhverjar örfáar þrautir eftir sem eru svona sambland af þessu. Það blandast tímataka inn í þetta og meira að segja þessi þraut, þegar ég tók hana úr alþjóðlegu þrautunum, þá var hún ekki með neinar villur en mér fannst það bara stangast á við hinar þrautirnar, þannig ég bætti því bara inn. Mér finnst bara alltaf að þessi sé líka með þessar villur, semst bara þegar að þú nálgast þessa þraut, þá er þetta sem sagt, þetta er bara hringur á jörðinni, ég hef bara spreyjað með hvítu spreyi á jörðina, svona hring, og auðvitað hægt að nota þú veist líka sag eða eitthvað þess að gera svona hring. Og hann er 2,5 metrar í þvermál og þú ríður inn í hringinn. Markmiðið er að hesturinn standi kyrr á slökum taum inn í hringnum í 10 sekúndur. En þetta er tvöföld tímataka. Það er sko, þegar eftir að hesturinn stígur með fyrsta fót inn í hringinn, þá byrjar fyrri tímatakan. Og þú hefur 10 sekúndur til þess að slaka taumunum. Koma hestinum fyrir og slaka taumunum. Og þegar þú ert búin að slaka taumunum, þá byrjar seinni tímatakan. Og þú verður stíg út frá henni, seinni tímatökunni. Bara þannig að og svo lengi sem að hesturinn tollir inn í hringnum í 10 sekúndur, þá farið stig. Hann má hreyfa sig, en bara leið hann stígum fót út fyrir, þá er tíminn stöðvar. Þannig að ef að hesturinn var í 6 sekúndur inn í hringnum, þá farið þú 6 stig. Og það borgar sig ekkert að taka í tauminn eða neitt fyrir hesturinn komin út fyrir, að ef þú tekur í tauminn, þá er tíminn líka stöðvaður. Þannig að þú bara býður með það eins lengi og þú getur að taka í tauminn ef hann ætlar að stað. Og það má nota hljóðmerki. En
og fyrri tímatakan, hún hefur þau áhrif sko að ef þú ferð fram yfir þessar 10 sekúndur frá því að hesturinn stígur með fyrsta fót inn fyrir hringinn og ert ekki búin að slaka taumnum eftir 10 sekúndur til þess að byrja seinni tímatökuna, þá færðu bara 0 fyrir þrautina. Til þessi þessi fyrri tímataka, svo að þú sett ekki bara að dunda þér þarna að koma hestinu fyrir og reyna sannfærinum að standa kyrr. Svo hámarksstig 10 stig? Já. Þú fær ekkert auka fyrir að vera... Nei, já, hámarksstig 10 stig og þú færð ekkert meira þó þú sitt lengur inn í hringnum. Það alltaf bara 10 stig hámark fyrir hverja þraut. Bara hann að fara inn í miðjum? Hesturinn þarf ekki að fara inn í miðju hringsins, hann þarf bara að vera með, alla fætur inn í hringnum. Og þú kannski bara græðir á því að hafa hann í miðjunni upp á þá lengra fyrir hann að stíga út fyrir og geti grætt 1 eða 2 sekúndur ef hann að hugsa sér til hreyfings. Og eins líka ef þú ferð inn í hringinn og lætur hann, ef hann stendur með afturfæturnar tæft á hringnum sko, þá gæti hann kannski bara eitthvað verið að lagfæra sig og stígið óvart út fyrir með afturfót eitthvað svoleiðis. En að sleppa tönnum, þá alveg að sleppa allir tennandi og að sleppa höndunum? Þú þarft ekki að sleppa höndunum af taumnum, en taumarnir þurfa að vera augljóslega slakir. Sem þurfa bara í slaktum og töllum? Já, svipa og í slaktum og tölti bara að taumarnir séu slakir. Þú bara nammi í 10 sekúndur? Þarna komstu með góða spurningu. Þetta eitthvað sem að krakkarnir mínir spyrja nú venjulega. Já, krakkarnir mínir eru oft með eitthvað svona útidúra að spyrja hvort það má þetta og hvort það má hitt. Maður tósi faxið á hestinum og eitthvað. Það stendur ekki mikið, það má. Já, spurningin hérna má gefa hestinum nammi á meðan hann stendur inn í hringnum svo að standa kyrr. Já, ég ansið að maður gæti strekst á öðrum taumnum, nei, ég veit það ekki. Þetta rosalega góð spurning. Ég vil svara henni með nei og ég myndi bæta bara inn í reglurnar einhverjum og það sé bannað. En ég myndi klárlega gera það þegar ég var að æfa. Það að múta hestin? Já, hafa eitthvað svona bannað að múta hestinu. Já, jú, hann má, ég geti svo sem ekki sett út á það ef hann fyrir að kissa ístöð sjálfur án þess að þú sett að gefa nammi ef þú hefur æft þetta þannig, sko. Það ekki tekið niður fyrir það? Að hann fær að kissa ístöð bara Nei, það ekki tekið niður fyrir það að hann myndi kissa ístöð, myndi ég segja, sko, án þess knappin sé að gera eitthvað, sko. Þannig að, þetta var rosalega góð spurning, sko. Ég sé þetta bara fyrir, það er alltaf að gera. Já, akkurat. Þetta eitthvað sem þarf að ræða bara innan nefndarinnar og bæta inn í, svona það stundum að bæta inn í jafnóðum þegar að fólk hefur ríkt hugmyndaflug. En það fá í örsmáa letrinu sem þú stakkar? Já, þetta þarf að vera einhver örsmáa letri, sko. Já, ég held þessum búin að taka þá allt, það er bara það sem stendur tími, það bara fjöldi sekúndna á slökum taum, það bara merktur fjöldi sekúndna og það eru bara stigin sem þú færð nema að þú sýnir grófa reiðmennsku eða glannalega reiðmennsku eða dettir af baki eða eitthvað slíkt eða slakir ekki taumnum innan 10 sekúndna í fyrir tímatökunni. Kyrrstaða í hendi. Þetta svolítið sniðug þraut. En sé maður að framkvæma þetta utan dyra, það mjög gott að hafa girðingu einhvers staðar. Svo að hesturinn stingi ekki langt af að minnsta kosti. Og ekki of nálægt samt myndi ég segja til þess að það sé nú samt en þá augrandi æfing. Og getur líka verið gott að byrja að æfa þetta bara með spotta á milli, sko. En þarna það þannig að þarna að vinna með 2 hringi. Innri hringurinn 4 metrar í þvermál og ytri hringurinn 8 metrar í þvermál. Og þú ræður hvort þú ríður eða teymir hestinn inn í hringinn. Þar skilur þú hann eftir með ístöðin í kross. Og þú hefur 10 sekúndur, þetta svipað svo að þú hefur 10 sekúndur til að koma hestinu fyrir og koma þér út fyrir innri hringinn.
Þá þú milli hringina og þegar þú ert komin hérna á milli hringina, sem út fyrir innri hringinn, þá mátt þú ekki gera neitt nema að gefa frá þér hljóðmerki. Raun bara allt sem að þú gerir, allar aðgerðir, á ensku var þetta actions, það bara talið sem villur. Bara þú stígur eitthvað aðeins til hliðar fyrir hestinn, stappar niður fæti, réttur upp hönd, gerir eitthvað, gefur frá þér einhverja sýnilega líkamstjáningu sem að dómarinn sér, þá er það villa þegar þú ert á milli hringina. Þannig þú græðir ekkert á því að vera lengi þarna á milli hringina. En þú þarft að koma þér út fyrir ytri hringinn og þá hefst tímatakan sem að þú færð stiginn fyrir. Hversu lengi hesturinn tollir inni í hringnum meðan þú ert farin út fyrir báða hringina og hversu lengi hesturinn tollir inni í innri hringnum. Og það er bara rödd sem er leyfileg að nota og leið og þú bara hreyfir þig eitthvað þannig fyrir utan ytri hringinn, þá er tíminn stöðvar eða ef að hesturinn stígur út fyrir innri hringinn, þá er tíminn stöðvar. Þannig þetta er eins og hinn, svo er bara skráð fjöldi sekúndna. Og já, og varðandi villurnar, í þessu er þetta ekki þetta er sérst ekki í staðan fyrir 7 stig sem að stendur yfirleitt við það sem stendur rétt fyrir skilvirkni. Það stendur bara OK, þannig að þú veist maður skrifa bara OK, eða eitthvað í þann reit ef að það voru engar villur. Af því að svo koma stigin inn bara fyrir sekúndurnar. En mínustig koma aftur á móti inn. Ef þú gerir eina villu þá stendur -3 þarna. Og þá fengir þú veist, ef hesturinn er 10 sekúndur inn í hringnum, þá færðu 10 en -3 ef þú tókst og stappaði niður fæti einu svona móti hestunum að því hann ætlaði út úr hringnum. Já. Það er örstutt í hér. Ég held að þetta sé síðasta svona glæran. Þá getum við tekið hlé. Stíga á bak. Það er ótrúlega erfið þraut. Ég er bara að votta það. Og það er ótrúlega gott að æfa þetta. Þá er enn eitt svona hringurinn og þessi lítill, 2,5 metri í þvermál. Og þú teymir hestinn inn í hringinn. Þú mátt svona riða inn í hringinn en það tekur þér bara lengri tíma að fara að baki og aftur á bak. Þannig að teyma inn í hringinn og eftir að fyrsti fótur á hestinum kemur inn í hringinn þá hefur þú 15 sekúndur til að koma þér á bak. Og þú þarf bara að teyma hestinn samt allan, hann þarf að vera allur inn í hringnum. Því hann má ekki fara út fyrir hringinn eða stíga fæti út fyrir hringinn meðan þú ert að gera þetta. Og þetta virkar þannig að þú labbar með hestinn inn, ístöðin er í kross, muna það. Og taumur má vera upp á ef þú sparaði tíma. Og þú bara teymir hestinn inn, tekur ístöðin niður, hesturinn má vera að hreyfa sig til og svona, alveg þangað til að þú ert búin að setja þér stellingu og setur annan fótinn upp í áttina að ístæðinu. Þá byrjar dómarinn að fylgjast með því hvort að hesturinn hreyfi fót. Þannig þegar þú ert búin að setja þér stellingu þá má hesturinn ekki hreyfa eitt fót. Og svo bara stígur þú í ístæðið og ferð á bak. Og þegar hinn fóturinn þinn er komin í ístæðið, þess að þú er komin báða fætur í ístæð, þá telst þú vera komin á bak. Og þú hefur 15 sekúndur til þess að gera það. Þarf ekki að setjast í hnakkinn? Í raun þarftu ekki að setjast í hnakkinn ef að ístæðið er bara komið, eða fóturinn þinn er komin í ístæðið, þess að báðir fætur komin í ístæð. Og svo bara, en í þessu færðu þá -stig fyrir hverja sekúndu sem að þú ert fram yfir þessar 15. Og það er í refsistigunum, þannig að í þessu er pláss fyrir stíl. Og það er bara að vera að horfa eftir hvort þú ert að reka fótinn í hestinn eða hlamma þér í hnakkinn eða hvað þú ert að gera. Og
Dómarinn athugar svo líka hvort að ístöðin séu snúin. Og sá sem er að dæma þetta, hann þarf að standa, hann þarf að passa sig að standa, hann þarf að hugsa fyrir að standa þannig að hann sjái hvenær hinn fóturinn er komin í ístæðið. Ég held að... Yes, ok. Svona. Þá bara... Já, nú skulum bara taka pásu hér.